Komið sæl. Ég heiti samt Matthildur og ég er lögfræðingur hjá Neytendastofu. Neytendastofa sinnir í dag eftirliti með lögum um alferðir sem að þið vonandi þekkið sem flest hérna. Og eins og Steinunn kom inn á þá mun þessi tilskipun leiða til breytinga á þeim lögum og það er ennþá gert ráð fyrir að Neytendastofa sinni því eftirliti, þannig ég ætla að fara svona yfir nokkur helstu atriðin. Ég ætla að byrja á að fara aðeins í grunninn á gildissvið og svona völd hugtök úr tilskipunni, fara yfir skilgreiningar. Og svo mun ég fara yfir efnisatriði sem að koma til breytinga á lögum um alferðir. Við í nefndinni höfum verið að stefna því að breyta út hugtakinu, breyta alferðir í pakkaferðir. Í daglegu tali er held ég alltaf talað um pakkaferðir, þannig að það er svona stefnan allavega hjá okkur. Steinunn kom aðeins inn á það líka að þetta er ekki einfalt. Þetta er nokkuð flókið, þannig að ég ætla að biðja ykkur bara að reyna að fylgja mér og þið stoppið með að vera að fara hratt yfir og svona. En svo gerum við ráð fyrir spurningum í lokin. Þetta er sem sagt tilskipun sem að fellur úr gildi eldri tilskipun sama efni og hún felur í sig fulla samræmingu sem þýðir það að við þurfum að mjög miklu leyti að taka þetta hreinlega upp bara eins og þetta kemur frá Evrópusambandinu. Við höfum afskaplega lítið svigrúm það hvernig við viljum innleiða ákvæðin. Og það er gert ráð fyrir að landslög til innleiðingar þau eigi að hafa tekið gildi 1. júlí 2018. Þarna er fjallað ýmis réttindi ferðamanna, upplýsingagjöf til þeirra og tryggingaskyldu vegna ógjaldfærni. Gildissviðið er á nokkru breytt og það er mögulega stærsta breytingin í þessu. Annars vegar er hugtakið pakkaferð útvíkkað og það er kynnt í söguna þessi samtengda ferðatilhögun. Ég ætla að fara yfir hugtakaskýringar þar á því eftir smástund. Hérna sjáum við gildissviðið og það sem undanþegið er. Það byrja á nokkrum einfaldari skilgreiningum. Fyrst þá þær sem lúta af seljendunum. Það nota hugtakið seljandi sem nokkuð svona yfir heiti, bara yfir þá sem í atvinnuskyni gera samninga sem falla undir tilskipunina. Og það er þá óháð því hvaða hlutverki er gegn eða hvernig þeir koma fram gagnvart ferðamanninum eða kaupandanum. Svo höfum við skipuleggjanda sem er seljandi sem setur saman eða býður til sölu pakkaferð, hvort sem er milliliðalaust eða fyrir tilstilli annars. Eða þetta er seljandi sem sendir upplýsingar ferðamann til annars seljanda. Og ég mun aðeins koma inn á eftir hvað þetta þýðir. Og svo lokum þá höfum við smásala. Það er seljandi annar en skipuleggjandi sem selur eða býður pakkaferð sem skipuleggjandinn setur saman. Og síðan ágætt að hafa í huga þarna ferðatengda þjónustan. Þetta getur verið flutningur, það getur verið gisting, það getur verið leiga á bílum eða öðrum vélknúnum ökutækjum eða önnur ferðatengd þjónusta, sem er svo sem ekki sérstaklega skilgreint hver getur verið. En hérna er þá þungamiðjan. Samkvæmt gildandi lögum þá er skilgreiningin á pakkaferð, eða alferð eins og það kallað í dag, samsetning að minnsta kosti 2 tegunda af ferðatengdri þjónustu sem er fyrirfram ákveðin og seld á heildarverði. En núna er þetta útvíkkað, þannig að við erum ennþá með að minnsta kosti 2 tegundir ferðatengdrar þjónustu vegna sömu ferðar. Við höfum 1 samning við 1 seljanda og hann getur þá annaðhvort verið fyrirfram settur saman af seljandanum eða ferðamaðurinn velur inn í pakkan sjálfur, eftir því sem seljandinn leggur fyrir honum. Og hins vegar getur þetta líka verið við tiltekin skilyrði, fleiri en 1 samningur sem jafnvel er gerður við fleiri en 1 seljanda. Til að nefna ykkur byrja á einföldu dæmunum hvað þetta varðar, þá get ég nefnt að þetta til dæmis ef þjónustan er boðin fram, seld eða reikningur gefin út á einu heildarverði eða ef hann er kynnt eða auglýst sem pakki. Þannig að seljandinn setur þetta fram eins og pakka, þá er þetta pakki. Síðan höfum við þessa skýringu. Ef þjónustan er keypt af mismunandi seljendum með hjálp samtengdra bókunarferla á netinu, þar sem seljandinn sem fyrsti samningurinn gerði við, sendir nafn ferðamannsins, greiðslu upplýsingar og tölvupóstfang hans til annars eða annarra seljenda. Þarna kemur inn skipuleggjandinn sem vorum með áðan, að senda upplýsingar ferðamenn áfram. Og samningur gerði við þá eigi síðar en 24 klukkustundum eftir að bókun fyrstu ferðatengdu þjónustunnar er staðfest. Ok, þetta felur enn í sér. Ferðamaður sem í dag fær til dæmis inn á vef hjá flugfélagi, bókar sér flug, þegar við komum gegnum ferli þá er hann seinna boðið viltu bóka hótel. Nefnd nokkur hótel sem getur valið, hann klikkar á eitt, fer yfir á vefsíðunni á hótelinu og allar upplýsingarnar hann, nafn, greiðsluupplýsingar, heimilisfang það flytjast með og hann bókar innan 24 tíma, þá
framkomið pakkaferð. Svo það samtengda ferðatilhögunin. Þetta sem sagt þegar seljandi hefur milligöngu að gerðir eru aðskildir samningar að minnsta kosti 2 tegundir ferðatengdrar þjónustu vegna sömu ferðar sem mynda þó ekki pakkaferð. Þannig við byrjum á að líta á þegar komin einhver ferð saman, hvernig hún sett, hvernig upplýsingarnar veittar, þetta pakkaferð. Ef þetta ekki pakkaferð, þá lítum við á, ok, er þetta þá samtengd ferðatilhögun. Og milliganga seljandans í þessu, hún sem felst í því að við einstaka heimsókn eða þá samskipt á sölustað, að þá velur ferðamaðurinn og greiðir fyrir hverja ferðatengda þjónustu, eða með markvissum hætti þá er ferðamanni boðin þjónusta frá öðrum seljanda og sá samningur er gerður innan 24 tíma. Í dæmin sem ég nefndi áðan, einstaklingur sem fer inn á vefsíðunni á flugfélaginu og hann er fluttur yfir á heimasíðu hjá hótelinu, þar sem til greina þarna á milli var til dæmis hvort upplýsingarnar ferðamann eru fluttar eða ekki. Ef hann bara vísað inn á hótelið og þar gera hann aðra aðgreinda bókun, fyllir hann allar upplýsingar sjálfur og svona, þá erum við með samtengda ferðatilhögun. Ef upplýsingarnar flytjast með, þá höfum við pakkað. En þá ætlum ég að fara aðeins í nokkur efnisákvæði. Þetta verður ekki tæmandi kynning á öllum efnisákvæðum tilskipunarinnar. Ég valdi svona úr það helsta og þeir sem þekkið alferðalögin í dag, þeir muni sjá að það ekki margt þarna sem nýtt undir sólinni. Það svona verið að skerpa á nokkrum atriðum. Ég ætla að byrja hérna á upplýsingaskyldunni. Það sem fjallað upplýsingar bæði sem á að veita fyrir samningsgerð og í samningnum sjálfum. Í meginatriðum þá þetta svo sömu upplýsingar sem eiga að koma fram og í grundvallaratriðum þetta líka það sama og nú þegar gerð skylda til þess að veita. Þetta þá í fyrsta lagi mikilvægar upplýsingar pakkaferðina. Hvert á að fara, hvenær á að fara, hótel inni, hvernig það, matur og þessum þar. Upplýsingar seljandan, þannig að ferðamaðurinn viti alltaf við hvernig hann eiga viðskipti og helstu skilmálar ferðarinnar. Og þetta bara talið upp, tæmandi talningu í tilskipunum hvað á að veita. Og við munum það allsherjar samræming, þannig að við mögum ekki bæta við neinum upplýsingum sem á að veita og við mögum ekki fækka þeim liðum sem að tiltalin eru. Það sem kemur nýtt inn þá að veita þessar staðlaðar upplýsingar. Þetta þá upplýsingar það, þetta pakkaferð, þetta samtengd ferðatilhögun. Og hvernig fer með tryggingar á þessari ferð? Þetta tryggingaskyld ferð og hvaða aðili stendur á baki tryggingunni? Og þarna á líka að koma fram tilvísun til helstu réttinda þegar þetta pakkaferð og tilvísun inn á hvernig þessi tilskipun hefur verið innleidd í landsrétt ef þetta samtengd ferðatilhögun. Og það hreinlega í viðauka við tilskipuna nokkur svona scenaríó yfir þetta. Og þetta það bara algjörlega staðlaða texti sem hver seljandi þarf að veita kaupandanum upplýsingar og má ekki breyta. Og hvað pakkaferðasamningi varðar, þá verða þessar mikilvægu upplýsingar sem eru veittar, ekki stöðulega upplýsingar, þetta mikilvægu upplýsingar, þær verða óaðskiljanlegur hluti af samningnum og þeim verður ekkert breytt án samþykkis. Það ekkert bara alveg eins og í dag. Það verður ekki gera breytingar ákvörðun á stað á þess að ferðamaðurinn geti samþykkt þær. Og svo á ferðamaðurinn að fá afrit af samningnum á varanlegum miðli og áður en ferðin farin þá þarf hann að fá allar nauðsynlega pappíra sem það þarf til þess að komast í ferðina, allar kvittanir og það upplýsingar hvernig innritir og þess aftur. Varanlegur miðli í grunninn pappír getur til dæmis verið tölvupóstur líka. Þetta þýðir rauninni það að viðkomandi sem sendir frá sér upplýsingarnar, hann getur ekki breytt eftir það. Aðeins að kalla líka breytingar á pakkaferð. Og þessi atriði sem ég kem inn á núna og eftir, þau varða bara pakkaferð. Þau varða ekki samtengda ferðatilhögun. Og hérna aftur, þetta rauninni sömu meginreglur, sömu meginsjónarmið og eru í alferðalögunum í dag. Seljandinn hann náttúrulega bundinn af því verði sem kemur fram í pakkaferðasamningi, en eins og verið hefur þá í undantekningatilvikum hægt að gera breytingar á verði. Og það þá að þeim skilyrðum uppfylltum að það hefur komið fram í samningi að verð geti mögulega tekið breytingum og það eingöngu í tilviki þess þegar breyting verður á þessum 3 liðum, eldsneyti, sköttum eða gengisbyrðum. Í dag ákveðið með þeim hætti að ef það verður veruleg verðbreyting á ferðinni, þá áferðan maður rétt á að rifta ferðinu og fá hann að fullt endurgreiða. Hérna hefur veitt þessum atriðum þar sem verið að skerpa á reglunni og nú bara skýrt kveðið á það veruleg breyting 8%. Þannig að ef verðbreytingi leiðir af sér 8% hækkun, að þá virkast þessi riftunarréttur.
Nú verða engin vafatilvik það hvað veruleg hætta. En svo kemur inn þetta nýmæli, þessi nýja neytendavernd, að það er verið í rauninni að jafna stöðu seljanda og kaupanda. Ef að seljandi áskilur sér rétt til að geta hækka verðið út af þessum þáttum, að þá verður ferðamaðurinn að kosta lækkun vegna sömu breytinga ef þær eru honum í hag. En tilskipunin, hún tekur ekkert á því hvernig í rauninni þetta á að vera framkvæmt í reynd og hvernig þetta kemur til. Þannig að þetta er svo sem eitthvað sem við í nefndinni eigum eftir að fara betur yfir og einmitt sjónarmið frá hagaðilum gæti komið mjög góðum kostum þarna inn í. En tilskipunin, hvað þetta varðar kveður samt sem áður það að seljandi getur átt rétt á að taka einhverja umsýslu þóknun fyrir það að vera standi í þessu. Ef það verður lækkun, það þarf að reikna út breytingar á verðinu, það þarf að endurgreiða, ef það kostar starfsmann mikla vinnu og það má taka í raunkostnað fyrir það. Varðandi önnur skilyrði þá halda sömu sjónarmið, það er ekki heimilega nema að þessi stóð í samningi eru óverulegar og tilkynntar fyrirfram og verulega breytingar leiða til riftunarheimildar. Varðandi þá riftunina, framsal og það fallið frá samningi, þá helst þessi regla að ferðamaður getur hvenær sem er ákveðið að framselja ferðina einhverjum öðrum, einhverjum sem uppfyllir þau skilyrði sem að settur fyrir ferðinni. Núna er tekið mjög skýrt á því sem hefur ekki verið að seljandi getur krafist greiðslu fyrir þann kostnað sem hlýst af þessu framsali. Þannig að ef að til dæmis að flug í áætlunarflugi er hluti af pakkaferð og skilmálar flugfélagsins er á þá leið að nafnabreyting er bara ekki heimil, þá getur þetta náttúrulega leitt til þess að þarf hreinlega að kaupa nýjan miða. Og þá er það sem kostnaður sem hlýst af framsalinu sem að ferðamaður getur standið straum af. Þannig að í reynd þurfum við svo sem bara að sjá hversu framkvæmanlegt þetta er. En ferðamaðurinn heldur líka þessari heimild sinni til þess að falla frá samningi hvenær sem er, en seljandi getur þá krafist sanngjarns gjalds fyrir það hann hafi fallið frá samningi. Það er ekki sett inn viðmið þetta hvað er í talið sanngjarnt gjald, þannig að það í rauninni verður bara að fara með í hverju tilviki. Getur til dæmis haft veruleg áhrif hvenær hann ákveður að falla frá samningi. Eru góða líkur á því að seljandi getur selt ferðin aftur á nákvæmlega sama verði eða eru bara engar líkur á því. Þannig að sá kostnaður sem að getur talið sanngjarnt, þannig að getur verið bara misjafnt eftir ferðum og tilvikum hverju sinni. En ef það verða þessar verulega breytingar, annaðhvort á verði ferðarinnar eða á ferðinni sjálfri, þá virkast þessi riftunarréttur ferðamannsins og eins er það komið óvenjulegar aðstæður á ákvörðunarstað. Þetta ákvæði þekki ég líka, þetta er faraldur eða stríðsástand sem er í lögunum í dag. Og þarna er seljandanum sem ekki heimilt að krefjast riftunargjalds. Ferðamaðurinn á rétt á fullri endurgreiðslu. En núna ætla ég að koma inn á, því muni að ég sagði okkur frá því áðan að það veita þessar stöðlu upplýsingar og líka þegar það er samtengd að fara til að ræða. Og þetta er ákvæði sem hefur bara pakkaferðir. En þessi 3 atriði sem ég er búin að nefna efst á þessari glæru, ef að seljandinn vanrækir að veita upplýsingar, þessar stöðlu upplýsingar þegar samtengd að fara til að ræða, þá virkist þessi réttur. Þannig að ferðamaður í samtengdri ferðatilhögun sem á ekki að njóta þessar réttinda, hann fær þau ef að seljandinn vanrækir upplýsingar. Þannig að það verður mjög mikilvægt fyrir seljendur að veita þær upplýsingar sem þetta skyldar til, nema þeir auðvitað vilji veita ferðamanninu betri réttindi. Við kvörtum aldrei við því svo sem. En svo haldast inni svo sem þessi sömu ákvæði sem eru í dag, að seljandi getur rift samningi gegn fullri endurgreiðslu við tiltekið skilyrði. Að þá helst kannski má nefna ef að skilmála kveða á lágmarksfjölda þátttakenda í ferðinni og þeim lágmarksfjölda er ekki náð. En núna er líka tekið á því að endurgreiðsla, hún eigi að fara fram innan 14 daga. Og sama hvort það er samningum með rift, hvort það fallir frá honum, hvort það er hluta endurgreiðsla, hvað það er. Þetta tímamörk við það. Og lokum alltaf aðeins að fara yfir framkvæmd pakkaferðarinnar. Þetta er allt atriði sem þið þekkið. Þetta er bara meginreglan, hún er óbreytt, samningar skulu standa, ferðin á að vera í samræmi við þessi samið. Ef það fer eitthvað úrskeiðis, ef eitthvað breytist, þá var að bera bætur við fljótt að hægt er og ef það er ekki hægt að bætur við, þá var að reyna að gera ykkur aðrar ráðstafanir. Og ef það er heldur ekki hægt, þá leiðir það til þess að ferðamverðin á rétt á einhverju hlutaendurgreiðslu eða mögulega skaðabótum. Ef það er ekki hægt að flytja ferðamenn heim, með force majeure, ef að Eyjafjallajökull fer að gjósa aftur, þá eins og verið hefur, þarf skipuleggið til að standa straum af sambærilegri gistingu. En mér skilst að Eyjafjallajökull hafi mögulega haft smá áhrif inn í þegar þessi tilskipun var samum,
því að nú er búið að setja 3 nátta þak á þessa skyldu. Þannig að seljandanum, eða skipuleggjandanum, honum ber ekki lengur að halda ferðamannum uppi bara óákveðinn tíma, heldur eftir orðið fast, þetta eru bara 3 nætur. Og eftir það þarf ferðamannum sjálfur að sjá fyrir gistingunni. Svo lokum, þetta er svo mjög bara praktísku punktur og meðan ferð stendur skal ferðamaður geta haft samband við smásala eftir atvikum sem kemur skilaboðin til skipuleggjandans. Þannig að ferðamaður þarf það bara að vita við hvernig á hann að hafa samband og hvert getur hann leitað og smásalinn til þess tækur að taka við atvikum. Þetta voru helstu atriðin. Við, eins og Steini sagði, tökum við spurningum eftir einhverjir. Ég veit ég fór svolítið hratt yfir þetta og eflaust margt sem að má skoða betur.